Ég heldur betur komin í góð mál. Ég dottin hérna í heimsókn til hennar Alexöndru í Grundarfirði. Hún að framleiða rosalega gott te og alls konar húðvörur og smísl og fleira skemmtilegt sem hún ætlar að segja mig frá. Þetta úr íslenskum jurtum og mexíkóskum jurtum. Spennandi. Alexandra, þú ert að framleiða te, þú ert að framleiða krem og setja saman jurtir í dásamlegum vörum sem hvað heitið á þeim aftur? Ertu til að hjálpa mér hérna? La brujería. La brujería. Byrjum kannski þar. Hvað þýðir það? Það nornagaldur á spænsku. Á spænsku. Og ég valdi nafni frá spænsku því að þetta eru vörur sem ég að gera úr íslenskum og mexíkóskum jurtum. Það var að blanda svolítið svona Mexíkó inn í þetta. Mexíkó? Af hverju Mexíkó? Já, ég hef bara sterka tengingu í Mexíkó, búin að búa þar, bjóða þar í mörg ár og hérna maðurinn minn er mexíkanskur. Og já, svo lærði ég náttúrulega jurtalækningar eða jurtir í Mexíkó. Fórstu út til að læra það eða er þetta alltaf verið svona hluti af þér, eitthvað að nýta náttúruna, nýta jurtirnar? Það hefur alltaf verið svona áhugi en nei, ég bara svona slysaðist inn á þessa jurtalínu, bara kynntist gömlum kalli í Kólumbíu. Hérna út af því ég var með tampínu og þá var hann með eitthvað svona jurtaspray fyrir mig sem að ég var alveg heilluð af. Og svo vildi svo til að hann var að leita að aðstoðarkonu til að hjálpa honum í starfinu úti. Þannig að ég skellti mig bara á það og þá varð ég alveg hugfangin af jurtum og Mexíkó og öllu bara þessari menningu. Þannig að þú ert úti í einhver ár í þessu með mexíkanskar jurtir og allt það. Svo kemur heim með manninu þínum og þá ferðu að framleiða þetta. Já, ég var alltaf að gera bara fyrir sjálfa mig úti og náttúrulega til að byrja með bara að gera fyrir sjálfa mig og pröfa mig áfram og svona. En svo byrjaði ég svona hægt og rólega að þróa þessa vörulínu. Og þú notar í hana eitthvað frá Mexíkó, eða ekki, jurtir þaðan sem þú þekkir og svona, og svo ertu að blanda íslensku flórunni inn. Já, bara leið að ég kom heim frá Mexíkó þá byrjaði ég að alveg sökka mér honum bækur íslenska jurtir. Mjög spennandi, og þetta er bara brot af vörulínunni, þetta er vörulínanin. Viltu sýna mér aðeins hvað við höfum hér? Já, þetta er til dæmis andlitsoljan og hún er alveg svona rauð á litinn, ef þú vilt pröfa. Hún er með astasanþörungum sem eru ræktaðir hérna í Íslandi. Góð lykt. Og hérna, voða góð fyrir hrukkur og... Akkur horfður á mig, þú sagði þetta? Svo náttúrulega aðalstöffið er þetta Aztec spray sem er gert úr þessari mexíkansku jurt, Chilquage. Er þetta tampínu? Þetta er tampínusprayið, já. Og endilega pröfaði, það er svolítið skemmtilegt, bara eitt. Heyrðu, vá, þetta er sterkt. Já, þetta er mjög öflugt og þetta er búið að nota þessa jurt í alveg mörg ár í Mexíkó. Semst þetta spray er unnið upp úr þessu? Já, úr þessari rót. Þessar rót er hægt að nota í svo margt. Þetta er við tannverk, þetta er deyfandi, þetta er bakteríudrepandi, þetta er sveppadrepandi, vírusdrepandi. Þetta eykur munnvarðsfræðslu eins og finnur örugglega, sem að hjálpa fólki sem er með langvarandi munnþurrk eða til og með út af krabbameinsmeðferð eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er bara algjört galdralyf gegn hálsbólgu, fyrir hósta, fyrir munnangur og svo er hægt að nota þetta húðina líka fyrir sveppasýkingar og vörtur. Og það er hægt að nota sprayið beint en svo er ég líka að gera smyrsl. Þannig að konur hafa verið að nota þetta til dæmis inn í leggöng fyrir sveppasýkingar. Það er að nota tærnar líka og... Þetta smyrsl er úr þessari rót líka. Hvaða rót er þetta? Þetta er svona Aztec rót er auðveldanafnið. Hún er líka kölluð Chilquage eða Longibus helipopis sem er latneska heitið. Já, og bara þekkt lækningajurt. Já. Algjörlega og líka á vörtur, leikskólavörtur eða svona flökkuvörtur, bara það eru farnar eftir viku. Þannig að þetta er algjör galdrajurt og það er ekkert, ástæðulausu og þeir hafa verið að nota þetta í svona mörg ár út í Mexíkó. Og hvar er þetta nálgast vörurnar ykkar?
Það eru til sölu í Eden Yoga í Reykjavík og Móar Studio og svo líka hérna í Grús Gallery í Sögumiðstöðinni hérna í Grundarfirði. Já, þannig að þetta komið hérna. Já, en svo stundum, ég svo reglulega með markaði þar sem að ég býð oft öðrum konum að vera með eða öðrum bara aðilum sem eru að skapa sitt eigið. Þannig að það myndast mikil stemning og við kallum það witchy markets. Þannig að þá kemur fólk sem er með áhuga á náttúrulegum vörum og einhverju svona aðeins kannski óhefðbundnara. En svo náttúrulega er ég líka með hérna sem ég er að flytja inn, þú veist, eins og föt, þú veist, einhverju svona dúka og svo hljóðfæri og alls konar svoleiðis.